leggjum fyrir fundargerð borgarráðs frá því 14. mars. Við þurfum að bera upp 10. dagskrárlið sem Perlan, leigusamningur og þá borgarstjóri óskað eftir að taka til máls undir þessu dagskrárlið. Undir Perlunni, undir þessum lið sem ég mun bera upp. Já. Nei, ég að leggja fram þessa fundargerð. Já, ég þarf að bera upp liðinn og borgarstjóri óskar eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mitt síðastliðið ár var Perlan auglýst til sölu af hálfu Orkuveitunnar og hafði hún þá nokkurt skeið verið á sölulista yfir eignir sem að Orkuveita Reykjavíkur hugðist selja vegna endurskipulagningar fyrirtækisins sem að við höfum nú fjallað ítarlega hér á vettvangi borgarstjórnar og þar vart að skýra. Áætlunin sem gerð var tölum við yfirleitt sem planið og í planinu gert ráð fyrir 10 milljarða eignasölu og eins og við þekkjum. Starfshópur sem settur var á laggirnar vegna þessara eignasölu til að meta og yfirfara hvaða eignir Reykjavíkurborg vildi sjálf kaupa af Orkuveitunni. Og áður en Perlan var auglýst til sölu hafði þessi hópur fjallað málið og komist að þeirri niðurstöðu að réttast væri í stöðunni að auglýsa Perluna til sölu. Síðan í söluferlinu og þá kom í ljós að mjög erfitt gæti reynst að selja húsið vegna skipulagsaðstæðna í Öskjuhlíð. Öll tilboð sem að bárust voru með fyrirvara frekari uppbyggingu í kringum Perluna og öll tilboð gerðu ráð fyrir fyrir verulega breyttri starfsemi. Því varð að hafna öllum tilboðum sem bárust. Skipulagskeppni var í undirbúningi Öskjuhlíð og nánasta umhverfi og borgaryfirvöld ekki tilbúin á þeim tíma að gefa út auknar byggingaheimildir fyrir Perluna. Og þá var einnig mjög umdeilt að selja Perluna til einkaaðila án þess að vita fyrirfram hver yrði þá aðgangur almennings að húsinu eftir sölu. Í kringum söluferli Perlunar og umfjöllun í fjölmiðlum kom fram sú hugmynd að setja upp náttúruminjasýningu í húsinu og jafnvel að þarna yrði aðsetur Náttúruminjasafns Íslands. Hópur fólks vakti athygli bæði borgaryfirvalda og menntamálaráðuneytis á þessu möguleika og smátt tók þessi hugmynd að fá á sig mynd og var niðurstaðan sú að sá sem hér stendur lagði fram tillögu í borgarráði að fara þess á leit við menntamálaráðuneytið að skoða þann möguleika nánar. Í ágúst síðastliðnum var síðan skipaður starfshópur til að kanna möguleika á sýningu á náttúru Íslands í Perlunni. Starfshópurinn skilaði tillögum í lok september og var það sameiginleg niðurstaða hópsins að leggja til að vinna að því markmiði að koma upp náttúruminjasýningu í Perlunni. Hópurinn leitaði álits fjölmargra og ljóst að þessi hugmynd að sýningu á sér gríðarlega mikið fylgi meðal fagfólks, áhugahópa og ekki síst almennings. Ein af mikilvægustu niðurstöðum hópsins var að með því að byggja milliloft í Perluna mætti fjölga útleigðum fermetrum frá því sem nú og ná þannig fram auknum rekstrarmöguleikum hússins án þess að breyta þyrfti skipulagi. Jafnframt því að með þeirri ráðstöfun skapaðist ennþá betri aðstæður til sýningarhalds. Snemma í ferlinu lá fyrir að til þess að þetta væri raunhæf hugmynd þyrfti að minnstakosti 1 af 5 töngum sem eru hluti af Perlunni að fylgja með til sýningarhalds. Tankurinn yrði annaðhvort að fylgja með í kaupunum eða þá með því að taka hana á leigu.
Þessum skilaboðum var komið til Orkuveitunar sem hóf þá skoðun á því hvort að slíkt kæmi yfir höfuð til greina. Og samhliða vinnu starfshópsins var því unnið að þeirri úttekt af hálfu Orkuveitunar. Og minnisblað forstjóra Orkuveitunar var dreift á borgarstjórnarfundi þegar málið var til umræðu fyrir nokkru og svo var sama minnisblað lagt fram í borgarráði í síðustu viku. Þá gerði forstjóri jafnframt ítarlega grein fyrir hugsanlegri þörf fyrir umræddan tank og einnig hvað það þýddi í hugsanlegum hamfara aðstæðum að hafa tankinn ekki tiltækan fyrir heitt vatn. Og það niðurstaða sérfræðinga Orkuveitunar eftir áhættugreiningu að það sé hægt að leigja tankinn án þess að það trufli starfsemi eða skapi einhvers konar hættu ástand. Með alla þessa undirbúningsvinnu í höndum, þá ég að tala söluferli og aðdraganda þess umfjöllun skipulagsmál, sameiginlegan starfshóp Reykjavíkurborgar og menntamálaráðuneytisins, áhættugreiningar Orkuveitu Reykjavíkur, rekstrarúttekt og nauðsynlegar leigutekjur, var því lagt til við borgarráð að samþykkja að gengið yrði til viðræðna við Orkuveitu Reykjavíkur kaup á Perlunni og gera leigusamning tankinn. Þann 18. desember samþykkti borgarstjórn að heimila borgarstjóra kaupin á Perlunni. Jafnframt var samþykkt 100 milljón krónu fjárveiting til breytinga á Perlunni, aðallega til byggingar millilofts. Fjárveitingin byggir á frumkostnaðaráætlun sem umhverfis- og skipulagssvið vann í tengslum við vinnu starfshóps sýninguna. Samþykktin kaup á Perlunni var gerð með þeim fyrirvara að leigusamningur næðist við ríkið hluta af húsnæðinu undir náttúruminjasýningu. Rétt fyrir áramót var svo skrifað undir viljayfirlýsingu málið og skýr vilji lá fyrir af beggja hálfu til að ná samkomulagi leigusamning. Það var því skipaður sameiginlegur viðræðuhópur ráðuneytisins og Reykjavíkurborgar sem skilaði sameiginlegri greinargerð málið 4. mars síðastliðinn ásamt drögum að leigusamningi. Jafnframt liggur fyrir frumathugun af hálfu framkvæmdasýslu ríkisins sýninguna. Gert ráð fyrir því að ríkið leigi 3.100 fermetra í Perlunni og árleg leiga verði 80 milljónir króna. Og þetta rúmlega 60% húsnæðis Perlunnar og því liggur fyrir að Reykjavíkurborg mun leigja það sem eftir undir veitingarekstur eða aðra starfsemi sem samrýmist nýju og glæsilegu hlutverki hússins. Það kemur fram í undirbúningi málsins að veitingarekstur og náttúruminjasýning muni styðja við hvort annað. Skrifað var undir leigusamning 13. mars síðastliðinn og með fyrirvara samþykki borgarráðs. Var hann afgreiddur í ágreiningi í borgarráði á fimmtudaginn, þar sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn tillögunni og því vísað hingað til borgarstjórnar og liggur fyrir að staðfesta samninginn hér. Undirbúningur þessa máls hefur verið ákaflega vandaður þrátt fyrir gríðarlega flóknar aðstæður. Málið margt mjög flókið og ekki augljóst að náist fram niðurstaða. Hún hins vegar afar farsæl því að nú blasir við að til verður sýning náttúru Íslands sem að getur vissulega orðið gríðarleg lyftistöng fyrir Reykvíkinga og Íslendinga alla. Sýningin mun hafa mikið fræðslugildi fyrir okkur sem hér búum en einnig fyrir ferðamenn og mun styrkja upplifun þeirra af náttúru Íslands. Hún getur nýst vel í skólastarfi og í almennri fræðslu og orðið sá gluggi að náttúru Íslands sem svo sárlega hefur vantað. Þá einnig tryggt verðugnot fyrir þetta mikla kennileiti í borginni og almenningi tryggður áframhaldandi aðgangur að húsinu, bæði í gegnum sýninguna en einnig í áframhaldandi veitingarekstri og útivist í Öskjuhlíð. Og með þessum orðum þá legg ég til að húsaleigusamningur fyrir Náttúruminjasafn Íslands í Perlunni verði staðfestur hér í borgarstjórn. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að nefna hér og fara yfir mál sem númer 15 í fundargerð borgarráðs frá 14. þessa mánaðar og hér til umræðu. Það var lagt fyrir borgarráð samkomulag uppbyggingu á landi ríkisins við Skerjafjörð og tillögum að borgarráð staðfesti samkomulag sem þegar hafði verið undirritað. Borgarfulltrúar og borgarráðsfulltrúar verða að geta treyst því að mál sem fyrir ráð eru lögð séu að fullu reifuð og að allar upplýsingar sem máli varðar komið fram hvort heldur munnlega eða skriflega. Daginn eftir þennan fund borgarráðs kom fram í ræðu innanríkisráðherra á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga að hann hafði ekki hugmynd að það stæði til að ganga frá samkomulagi sölu á landi ríkisins við Skerjafjörð til Reykjavíkurborgar. Þetta kemur á óvart enda fer innanríkisráðherra með samgöngumál í ríkisstjórn. Á síðasta kjörtímabili hófust viðræður á milli ríkis og borgar þetta land og fundnir haldnir með fulltrúum beggja ráðuneyta, fjármála og samgöngu. Það voru lagðar línur hlutdeildar samninga. Þeir byggðust á því að ríkið fengi hlutdeild af sölu landsins en nú hljóðar samningurinn upp á það að ríkið fái strax 440 milljónir og svo hlutdeild í því sem síðan kann að koma úr sölu byggingarréttar. Að þessu leyti til samningurinn vonbrigði og lakari en lagt var upp með. Flugbrautin sem liggur norðaustur og suðvestur lítið sem ekkert notuð. Af hverju? Þetta ríkið að fá greitt fram fyrir land sem það ekki að nota og hefur aldrei greitt af til borgarinnar. Kristján Möller samgönguráðherra vildi tengja sölu landsins við uppbyggingu og aðstöðu fyrir farþega á svæði Flugfélags Íslands enda aðkallandi að endurnýja flugstöð félagsins. Ég fæ ekki séð styrkinn í samningsstöðu ríkisins. Eini samningsaðilinn kaup á þessu landi borgin sem ekki sérlega sterk samningsstaða fyrir seljandann og augljóslega betra fyrir ríkið að fá hlutdeild í sölu byggingarréttar eftir því sem landið byggist upp sem nýtt hverfi heldur en að fá ekki neitt. Þannig voru hin upprunalegu samningsmarkmið þar að borgin leggja ekki fram greiðslur fyrr en landið hefur verið deiliskipulagt og undirbúið, gatnagerðargjöld greidd og byggingarréttur seldur. Það sem ég verð að taka hér upp í borgarstjórn hvernig þetta mál lagt fram í borgarráði og svo grunur sem að manni læðist eftir það sem ég sagði hér áðan að borgarráð hafi ekki fengið allar upplýsingar sem formaður borgarráðs bjó yfir. Samningsaðilar hljóta hafa verið fjármála- og efnahagsráðuneytið annars vegar eða fjármála- og efnahagsráðuneytið og innanríkisráðuneytið annars vegar og Reykjavíkurborg hins vegar. Nú kemur í ljós að innan ríkisstjórnarinnar alls ekki samstaða sölu landsins. Ef marka má fréttir undanfarna daga hefur fjármála- og efnahagsráðherra haldið undirskrift samningsins leyndri fyrir innanríkisráðherra. Og þá kemur að því sem snýr að borgarráði. Ég held að enginn reyni að halda því fram að fjármála- og efnahagsráðherra hafi ekki vitað hvernig staðan var í þessu máli innan ríkisstjórnarinnar, það að enn var talsvert í land að samningur geti komist á. Ég held að það verði seint trúverðugt að ráðherrann sem jafnframt formaður Samfylkingarinnar hafi ekki rætt þetta við formann borgarráðs. Var samningur sölu lands í Vatnsmýrinni geymdur ofan í skúffu allt þetta kjörtímabil í 3 ár þar til að það hentaði Samfylkingunni að veifa honum framan í fjölmiðla 5 vikum fyrir kosningar. Ósamkomulag á stjórnarheimilinu, ríkisstjórnarheimilinu ekki okkar mál. En það er mál borgarstjórnar ef ráðherra undirritar samninga við borgina sem öll ríkisstjórnin stendur ekki að baki. Til hvers þá verið að fara í þann leiðangur. Ég hef fyrir því heimildir að meirihluti borgarstjórnar hafi vitað að í innanríkisráðuneytinu hafi verið unnið að samkomulagi sölu landsins til borgarinnar og að ráðuneytið hafi verið í sambandi við borgina vegna þessa með þá þætti sem snúa að flugstöðinni og fleira sem átti að vera inn í samkomulaginu. Reykjavíkurborg eða fulltrúar hennar og meirihlutin hér í Reykjavík vissu því að samkomulagið var ekki í höfn. Það var ekki rætt í borgarráði. Það var borgarráð ekki upplýst og ég óska eftir því að formaður borgarráðs komi hér upp og fari yfir þetta mál. Ég mun óska eftir upplýsingum allt samningsferlið á næsta fundi borgarráðs. Það hafa nú verið gerðar rannsóknarskýrslur af minna tilefni. Og borgarfulltrúi
Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingvarssyni fyrir að taka þetta mál upp. Það á sér býsna langa forsögu og ætla ég hér að rekja það í stuttu máli. Það sem að fyrst að tala aðeins það sem virðist hafa valdið mestum hvelli í umræðunni núna, þar að segja þær fyrirætlanir að loka 3. flugbrautinni svokölluðu, norðaustur-suðvesturbrautinni. Það hefur legið fyrir vilyrði eða loforð öllu heldur ríkisins í 14 ár að loka þessari braut. Það beinlínis kveðið á það í skilmálum deiliskipulagsins, greinargerðinni með deiliskipulaginu, að það sé stefnt að því að hún leggist af 5 til 7 árum eftir endurbyggingu hinna 2 brautana. Þetta var samkomulag sem að þáverandi borgarstjóri Ingibjörg Sólrún Gísladóttir gerði við þáverandi samgönguráðherra Sturlu Böðvarsson í tengslu við heimild borgarinnar til þess að endurgera völlinn. Það mjög auðvelt að fletta þessu upp til að fá það staðfest. Meðal annars sagði þáverandi samgönguráðherra Sturla Böðvarsson við vígslu vallarins eftir endurgerð, með leyfi forseta: Ég hef lagt áherslu á það að allt skipulag og framkvæmdir skuli miðast við að taka tillit til óska borgaryfirvalda að flugvallarstaðið yrði dregið saman sem mest mætti verða og að umferð mætti takmarka sem mest við áætlunarflugi svo ónæði frá fluginu sem minnst. Eftir að flugvallarsvæði hefur verið girt af verður borginni skilað aftur umtalsverðu landsvæði sem nýta mátti bygginga og opinna svæða í samræmi við skipulagsáætlanir borgarinnar. Gæsalappi lokast, tilvitnun lýkur. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra gerði síðan skriflegt samkomulag við þáverandi borgarstjóra Steinunni Valdísi Óskarsdóttur árið 2005 að 3. brautin yrði lokað síðar sama ár. Það gekk raunar ekki eftir en sami samgönguráðherra skrifaði raunar aftur undir viljayfirlýsingu um lokun 3. brautarinnar í febrúar 2007. Þá í tengslu við áform byggingu samgöngumiðstöðvar og sá samgönguráðherra sem kom í kjölfarið og úr mínum flokki, Kristján Möller, skrifaði undir afar skýra yfirlýsingu sama efni sem var alveg jafn skýr og hjá forveri hans við þáverandi borgarstjóra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur einmitt í kosningamánuðinum apríl 2009, þar að segja skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Þar sem sagði beinum orðum að norðaustur-suðvesturbrautin yrði lokað, enda var allan tíma verið að fjalla samgöngumiðstöð sem átti að vera beinlínis í brautarstæðinu, þar sem að norðurhluti norðaustur-suðvesturbrautarinnar liggur. Þess vegna verð ég að segja að ég hef ekki alveg skilið í fyrsta lagi þennan hvell sem yfir því að löngu braut sem að löngu átti að loka verður nú loksins lokað. Fyrri upplegg gengur út á það að ríkið fengi lóð á borgarlandi undir samgöngumiðstöð gegn því að borgin fengi ríkisland til að byggja upp íbúðabyggð í Skerjafirði. En þar sem að það gerðist í nóvember 2010 að núverandi samgönguráðherra sagði: Við ætlum ekki að fara í þessa samgöngumiðstöð á norðurkostinum. Þar með var farið að semja kaup borgarinnar á ríkislandinu. Og hvernig bar það mál nú allt að borgarráði til að rifja það upp? Jú, það mál bar að árið 2010 en ekki á síðustu vikum. Árið 2010 með því að ástæða þótti til að formgera samkomulag við innanríkisráðuneytið það að innanríkisráðuneytið fengi að fara í endurbætur og núverandi aðstöðu flugfarþega gegn því að hið löngu óefnda loforð yrði efnt að borgin fengi Skerjafjarðarlandið og 3. flugbrautin yrði lögð niður. Það samkomulag við innanríkisráðuneytið
var fyrst lagt fram í borgarráði það leyti og vísað inn í svokallaðan Vatnsmýrarhóp sem að allir flokkar í borgarstjórn eiga sæti í. Það var þverpólitísk samstaða það í Vatnsmýrarhópnum að vegna þess hversu ríkið hafði oft gengið á bak loforða lokun þessara þriðju brautar, þá yrði ekki gengið frá samkomulagi við innanríkisráðuneytið á grundvelli þess að brautin yrði lokuð fyrr en að í fyrsta lagi væri búið að ná samningum kaup á landinu og í öðru lagi væri búið að fá það fast í hendi að brautin yrði þá lokað. Þetta var allt saman rakið þegar samningurinn við fjármálaráðuneytið var lagður fram núna nýverið. Það var tekið fram að ekki hefði náðst saman við innanríkisráðuneytið, þannig að það er bara rangt og ég mótmæli því harðlega að það hefði ekki verið talað þá stöðu í samskiptum við innanríkisráðuneytið. Það kom þvert á móti fram og það var meira að segja rakin efnisatriði þess og raunar hafði ég vonast til þess að hægt yrði að ganga frá báðum samningum í einu. Það tókst ekki, en ég hef góða vonir að gengið verið frá samkomulaginu við innanríkisráðuneytið fljótlega, því að það verður alltaf staðið til að klára báða þessa samninga, en í þessari röð, fyrst kaupin á landinu og svo samningi við innanríkisráðuneytið. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að, þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég þakka formanni borgarráðs fyrir að koma hér upp og fara yfir söguna. Hún er mér alveg sæmilega kunn sko og ég var náttúrulega þáttakandi í að móta þá stefnu sem að Reykjavíkurborg vann að í sambandi við þessa ágætu flugbraut og að skapa rými við enda hennar af ýmsum ástæðum og þá á tímabili vegna samgöngumiðstöðvar sem átti að rísa næst valsvæðinu og þegar flugbrautin fer þá mun hún auk þess skapa ákveðið rými fyrir valsvæðið. Það er ekki deilt og það er ekki það sem við erum að ræða hér. Það sem við ræðum hér er það að innanríkisráðuneytið samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef og formaður borgarráðs hefur eiginlega frekar staðfesta heldur en hitt var í samvinnu við borgaryfirvöld að vinna að því að komast að samkomulagi þetta mál og það vita þeir sem hafa komið að þessu að innanríkisráðuneytið hefur viljað tengja þetta samkomulag lóð við Skerjafjörð við endurnýjun flugstöðvar Flugfélags Íslands og það er mjög brýnt að það geti gerst. Það eru önnur tvö atriði sem að kannski skipta minni máli menn hefur getað samið sig frá sem innanríkisráðuneytið hefur lagt mikla áherslu á að verði gengið að en auðvitað eru samningar. Þetta var ekki farið yfir í borgarráði. Ég hef rætt hér við 2 aðra borgarráðsfulltrúa sem kannast ekki við það að hefur verið farið yfir þetta þá samvinnu sem verið hefur og samstarf milli Reykjavíkurborgar og innanríkisráðuneytið í þessum efnum. Ég fullyrði það að þeir sem innanríkisráðuneytinu hafa verið að vinna að þessu hafi alveg komið að fjöllum þegar þeir sjá það í fjölmiðlum að búið sé að undirrita samkomulag þar sem að mjög sérkennilegur fundur, blaðamannafundur haldinn í húsakynnum Flugfélags Íslands að forsvarsmönnum flugfélagsins forspurðum og lyktaði að öllu leyti að því að þarna væri samfylkingarfólk, forystumenn, varaformaður og fyrrverandi varaformaður að sinna fyrst og fremst kosningabaráttu samfylkingarinnar hér í Reykjavík og á Kraganum. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara ítreka að það var farið ágætlega yfir þetta í borgarráði og hafði raunar áður verið farið yfir þessa samningsstöðu í svokölluðum Vatnsmýrarhópi sem var kallaður saman vegna þess að þessi stað var að koma upp og þetta var að nálgast og það hefði verið gefin fyrirheit það að Vatnsmýrarhópurinn yrði með í ráðum þegar úr þessu virtist leysast. Þannig að ég held að við höfum verið fullum heilindum og í góðri trú að vinna með þessum 2 ágætu ráðuneytum, innanríkisráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu. Samninganefnd þeirra eða samningahópur var reyndar sameiginlegur af hálfu beggja ráðuneyta og fjármála- og efnahagsráðherra hefur farið ágætlega yfir það í fjölmiðlum og ég bara ítreka það að frá sjónarmiði borgarinnar þá var þetta ekki bara eðlileg röð
heldur röð sem var forsenda þess að okkar mati allra að hægt væri að ganga frá samningnum við innanríkisráðuneytið, að það lægi fyrir samningur kaup á landinu og við hefðum hann í hendi. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, það er svo sem ekkert nýtt sem hefur þá verið upplýst í þessu máli. Ég vil þá ítreka það að það sem ég sagði áðan það að ég mun óska eftir upplýsingum aðdraganda þessa máls og samningsferil þess við bæði fjármála- og efnahagsráðuneytið og innanríkisráðuneytið og mun óska eftir því á fundi borgarráðs á fimmtudaginn kemur. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að þetta sé mjög þörf umræða. Ég vil taka undir það sem Júlíus Vífill Ingvason borgarfulltrúi sagði og segja að ég hef sama skilning á hann og þegar hann lýsir í hvernig hefur verið staðið að þessum málum. Það er alveg rétt sem Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi segir að þetta er kannski mál sem menn hafa verið að bíða eftir að er gengið frá í langan tíma og ekkert af því að ganga frá þeim málum. Það er alveg rétt að menn hafa talað það lengi að leggja þriðju flugbrautina niður og það skapist ákveðin sóknarfæri fyrir nýja íbúðabyggð og svo framvegis. En það er náttúrulega alveg rétt sem hér hefur verið bent á að það er alveg forkastanlegt hvernig staðið að þessu. Við sem sátum hérna borgarráðsfundi, við gerðum að sjálfsögðu ráð fyrir því að það væri búið að hnýta alla lausa enda og það væri svona sátt þetta búið að ganga frá þessu hjá ríkisstjórninni. Ríkisstjórnin er ekki fjölskipað stjórnvald í sama skilningi og við og það eru svolítið önnur vinnubrögð þar og maður býst við því að þegar það gengir frá svona málum þá sé ákveðin svona samhljómur það. Nú það er alveg ljóst að svo er ekki en það kom bara í ljós daginn eftir að þetta var samþykkt í borgarráði þá var ljóst að innanríkisráðherrann kom af fjöllum og ekki síður embættismenn úr hans ráðu neyti sem ég heyrði líka í og svona á þetta ekki að standa málum. Það átti náttúrulega að vera búið að hnýta þessa lausu enda og því miður er það bara þannig að það kemur í ljós að þegar menn ganga frá málum með þessum hætti þá sér maður að það hefur á sér eitthvað ógeðfellt kosninga yfir bragð. Fulltrúar Samfylkingarinnar þeir eru að slá einhverjar keilur með því að ganga frá slíku samkomulagi og kasta þá til höndum með þessum hætti. Slík vinnubrögð eru afar óeðlileg og ég ætla að biðja menn um það að láta þau ekki sjást meira í borgarstjórn, hvorki fyrir þær alþingiskosningar sem eru framundan né síðar. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara undirstrika að það er afar mikilvægt fyrir borgina að ná þessu máli í höfn. Það er afar stórt hagsmunamál borgarinnar. Það hafa allir undirstrikað á öllum stigum að það að ná til okkar landinu Skerjafirði er fyrst og fremst spennandi vegna uppbyggingar Reykjavík en varðar ekki framtíð flugvallar eins og að öllu leyti. Loksins eftir 14 ár hefur þetta tekist. Það er fagnaðarefni, það er líka sérstakt fagnaðarefni að samningurum var einróma samþykktur í borgarráði og ég vona að samningurinn við innanríkisráðuneytið sem ég bind vonir við að verði lokið við á næstunni verði samþykktur með sama góða hug og í sömu góðu samstöðu í borgarstjórn. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari. Þá hefur ekki fleiri kvatt sér hljóðs. Óskar borgarfulltrúin eftir að gera stutta athugasemd. Þú hefur tækifæri að koma einu sinni upp í 5 mínútur. Já, fyrirgefðu, þú varst ekki búin að því. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er rétt, herra forseti, ég féll frá orðinu áðan en það var bara til þess að vera ekki að rugla umræðinu að það sem ég ætla að ræða núna er svolítið annað. En ég ætla að koma aðeins inn á það sem borgarstjóri fjallaði með tilliti til Perlunnar, með tilliti út af Perlunni
og það er svo sem rætt hér áður, en þetta er mikilvægt mál og sjálfst að halda því til haga. Mér finnst öll þessi mál sem meirihlutinn hefur staðið í með sölu Perlunnar, mér finnst þetta að vera óttalegt klúður allt saman og illa að þessu staðið. Ég ætla sem ekki að rekja þá sögu í löngu máli, rekja forsöguna, hvernig þetta var allt saman þegar það var rokið í að auglýsa þetta og það stóðst enga kröfur og menn eru einhvern veginn að meirihlutinn var rekinn til baka með það og síðan og það virðist alltaf vera niðurstaðan að borgin kaupi þessa eignar sjálfu sér, eins og við vitum borgin á 94% í orkuveitunni, þannig að það má líta svo á húsið sér nú þegar eigu borgarinnar en borgin ætli síðan að kaupa þetta hús núna af sjálfu sér á 950 milljónir. Mér finnst það mjög undarlegt og vantar rökstuðning að mörgu leyti, til dæmis bara eitt sem vantar rökstuðning að því, af hverju þessar 950 milljónir látnar ráða kaupverðinu. Það voru alltaf aðrar tölur í upphaflegu útboðinu og eina sem er dettur í hug það að á síðasta sumar þá gerði einkaaðili út í bæ formlegt kauptilboð í Perluna að án skilyrða skipulagsbreytingar. Fyrra tilboð, það held ég hafi verið tæplega 1800 milljónir með þá fyrirverðum skipulagsbreytingar, þetta var án skipulagsbreytinga eða fyrirverðum þær og þá var 950 milljónir, það er sennilega látið ráða kaupverðinu núna og að minnsta kosti dregum maður þá ályktun en við höfum gagnrýnt fjölmargt í þessu ferli og til og með það þurfti að standa miklu betur að því, rétt samt að taka fram að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum alls ekki á móti því að selja Perlunni sjálfu sér, en við viljum þá selja hana auðvitað á almennu markaði, ekki það að láta borga sig og kaupa þetta á orkuveitinu, heldur að það er bara vandað, það þarf að vanda til skipulagsvinnu, það þarf að vanda til útboðs og svo þurfti að selja Perlunum ákveðnum skilyrðum varðandi, þetta er náttúrulega mikilvægt mannvirki í ferðaþjónustu en allt þetta hefði náttúrulega verið algjörlega hægt að vinna á þessum frá upphafi kjörtímabilsins sem menn hefðu bara vandað sig, en það var því miður ekki gert og því einhvern veginn er borgin einhvern veginn í vandræðum með þetta mál og svona síðasti þátturinn í þessu vandræðaferli sem snýr að afhendingaröryggi hitaveitunar, hann er það er auðvitað mjög furðulegt mál svo ekki sem meira sagt, borgarstjóri kom aðeins inn á það í ræðu sinni hér áðan og við höfum vakið athygli á þessu við sjálfstæðismenn að það hljóta allir borgarfulltrúar að viðurkenna að hitaveitan er mjög mikilvæg fyrir okkur og afhendingaröryggi til hennar er algjört forgangsmál. Það er því með miklum ólíkindum að meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins og hann gerir það með fulltingi Vinstri grænna, kom í veg fyrir að borgarfulltrúar og almenningur geti með viðhlítandi hætti kynnt sér mikilvæg gögn þess máls sem til afgreiðslu er og varðar afhendingaröryggið. Og hér á ég að sjálfsögðu við minnisblaði málið sem var lagt fram á stjórnarfundi Orkuveitunnar í desember. Ég frétti af tilvist þessa minnisblaðs og bað að það yrði lagt fram á stjórnarfundi Orkuveitunnar og það var lagt fram mjög vandað minnisblað nokkurra manna sem best þekkja til veitumála í Reykjavík, þar sem komu fram mjög mikilsverð atriði Perluna og hitaveituna og þörf hennar fyrir tankarými í Reykjavík næstu 10 árin og þar komu fram ákveðin varnaðarorð gegn því að þessi sjötti tankur hann verði áfram notaður í annað en að geyma heitt vatn. En þetta minnisblað, þetta var lagt fram á þessum stjórnarfundi Orkuveitunnar, þar sem sitja meðal annars borgarfulltrúar, en það er leyndó, þetta var lagt fram í trúnaði og okkur var sagt að þetta verið leynilegar upplýsingar sem mætti ekki birtast og að sjálfsögðu reynum við að virða þann trúnað, en það er afar óeðlilegt að það sé beðið slíkan trúnað. Við þekkjum það borgarfulltrúar að sem betur fer í undantekningartilvikum beðið trúnað. Við þekkjum það að það er helst að ef er að ræða hvað er langur tíma? 5 mínútur, það eru búinir. Nú býtum við hér. Hér er tímatakan þessum fundi er greinilega einhverju klúðri eins og salan á Perlunni.
En ég ætla hér að bara að lokum að lesa vitna í bókun sem við lögðum fram á síðasta borgarráðsfundi og við vísum í þá á þessum fundi, að sú leyndarhyggja sem borgarstjórnarmeirihlutin hefur að leiðarljósi eins og vafasömum vinnubrögðum vekur enn frekari spurningum málið, raunverulegan tilgang þess og forsendur. Og það er ótrúlegt að borgarfulltrúar í Reykjavík fá ekki einu sinni afhent í trúnaði og meirihlutin skuli koma í veg fyrir það. Þetta leyniskjal Perlunni, þar sem koma fram afar sterk varnar og gegn því og gegn þessum gjörningi sem ætlunin er að samþykkja hér í dag. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og berum við upp þennan 10. lið sem er samningur, sem er leigusamningur að Perlunni. Mig langar til að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í sal borgarstjórnar til þess að greiða atkvæði. Þá er 10. dagskrárliður borinn upp sem er leigusamningur af Perlunni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefi merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 10 atkvæðum. Þá er